Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Í lok þáttar ætlum við að fá atriði, tónlistaratriði, en áður en að það brestur á, ætlum við að heyra tónleika hjá tónlistarskólanum á Akureyri. Velkomnar Ína Soffía og Rebekka Hvönn. Takk fyrir. Þið eruð í þessari rytmísku deild tónlistarskólans á Akureyri, ekki satt? Að læra söng? Jú. Já. Og hvað, nú stendur mikið til það að halda Eurovision tónleika. Já. Viltu segja okkur aðeins frá þeim? Á voru eru alltaf með svona stórt verkefni yfirleitt, svona eins og við erum sannlega búin að vera með söngleiki. Og núna ákveðum við að hafa þetta tónleika því að það er náttúrulega ekki, þetta er ekki leiklistarskóli, þetta er tónlistarskóli. Þannig að þetta eru Eurovision tónleikar sem er haldið 7. maí í Hamraborginni. Og bara mikil vinna búin að fara í þá. Já, hvað eru þið mörg að syngja? Hugmyndu það? Við erum alveg frekar mörg, sko. Já. Og svo eru náttúrulega búin að skipta okkur niður í bakrætahópa og svo eru einhverjir skilur svona hóplög. Já. Og já, við erum kannski svona, þú veist, hvað, 20 manns? Já, eitthvað svoleiðis. Og þið ætlið að taka bara Eurovision eða ekki frá upphafi til enda? Jú. Já, frá rétt skilið? Jú, 1964 til 2017. Já. Og hvaða lög syngur þú til dæmis? Ég syng Rise Like a Phoenix og Waterloo. Og þú? Gleðibankan og Is it true? Já, þú heldur því svona þjóðlegu nótunum. Já. Og hvað er svona erfiðast við þetta, finnst ykkur? Er þetta allt saman jafn auðvelt og skemmtilegt eða er eitthvað erfitt? Það er bara mjög misjafnt eftir dögum eiginlega. Já, og hvað skiptir manneskjum? Já. Sumir eru kannski pínu með sviðskrekk eða... Já, algjörlega. Og svona að koma nýir inn í þetta. Já. Það er kannski, veist, maður veit ekki alveg hvað þetta er stórt að fá Hamraborgina, sko. Já. Þannig að þetta er pínu stress en samt ótrúlega gaman. 500 manns í sæti? Já. Eru þið búin að vera að æfa ykkur eitthvað þar eða? Nei, við fáum sem sagt bara daginn fyrir. Samdægur. Já. En hvað eru þið í framhaldsskóla hérna á Akureyri eða hvað eru þið staddar í lífinu? Grunnskóla. Báðar. Þið eru grunnskóla báðar? Já. Ég tók það, í 10. bekk þá? 9. 9. Já, hérna. Framtíðin er björt. Eru þið búin að ákvæða eitthvað hvað gerist eftir grunnskóla? Já. Hvert ætlið þið? Ég held ég fari bara í Emma á svona tónlistarbraut. Já. Mér langar suður í tekniskólan í fatahönnun. Já, ok. En halda kannski söngnum áfram líka? Já. Svona til hliðar? Já. Já. Spennandi. Og þið sem sagt ætlið að halda tónleika ásamt fullt af öðrum krökkum. Já. Eru þessi sem eru að syngja, eru þeir bara á ykkar aldri eða er þetta yngra og eldra? Þetta er alveg frá, það eru stelpur sem eru 8 ára. Já. Og alveg upp í 30. Já. Já. Þannig að þetta er breytt aldurspil. Já, mjög. Og leggið mikið upp á búningum? Já. Já, við erum með búninga og leikmyndateymi. Það er frábært. Þannig að þið getur lofað mikill Eurovision gleði í veislu. Verður glimmer og svona? Já. Æðislega. Nóg að því. Og núna hérna rétt á eftir fáum við einmitt brot úr þessum tónleikum, er það ekki? Já. Sýnishorn Fyrsta lagið. Það er fyrsta lagið. Allt í góðu. Þá bara þakka ég kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel 7. maí. Og ef maður vill koma að hlusta, er það þá bara að kaupa miða eða? Já. Inn á mag.is. Inn á mag.is. Vitið hvað kostar? Það er 2000 krónur. Það er ekki neitt. Það er gjöfin, ekki gjald. Það er gjöfin, ekki gjald. Og þið náttúrulega dragið ykkar fjölskyldu kannski og svona? Já. Svoleiðis getur maður kannski fyllt salina því þeir eru svo mörg. Já. En þannig að við bara hvetjum fólk til að kíkja. Þetta er ekkert á sama dag á Eurovision keppnin. Nei, þetta er daginn fyrir að Ari stígur á sviðið. Þetta er fín upphitun. Já. Heyrðu, æðislegt. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur. Jæja. Þessi gítari er 100 ára. And that's the reason I chose it for the song. So the song's very old from 60s and I wanted it to have a bit more soul in it. Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire
lasci io viva un amore romantico nell'attesa chi venga che giorno, ma ora no, non ho l'età. Aspettarmi, quel giorno avrei tutto il mio amore per te. Lasci io viva un amore romantico nell'attesa chi venga che il giorno, ma ora no. Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai